Ok. Þetta er hárum mitt. Er hárum mitt í lagi, Bryndís? Já. Andra, er hárum mitt í lagi? Svona. Stílbrot í boði Mercedes-Benz, Vitamin Well, Blue Lagoon Skin Science, Giggo og MSIs. Herðu, hefur að ræða þetta eitthvað? Já. Sko, ég er með versta hársögunar að mörguleiti sem er mörguleiti gott, en ástæðan fyrir alltaf með tagl er á þetta að ég er með svona úfið hár, veit ég hvað að meina? Frizzy. Já, ég líka. Það er bara stendur Bara alltaf join the club. og það kemur smá rigninga úr það er bara alltaf ég sé með lopa húu ofan á hárinu. Ertu eins og Monika? Ég er svo Monika, Já, ég er svolítið stórt einmitt, hár já. og svo er alltaf verið að segja, þú eru blansaðar hár og eru að gera þetta og ég hef aldrei búin að reyna alla tegundir af okkur svona bustum og græjum og eitthvað, blásum mér hári, for claim it. Ef blæsum mér hári, þá er ég verri eldur en ef að Íslandið, skilju. Þess vegna á ég ekki hárblása. Nema. Út af nákvæmlega þessi Nema. ástæði. Svo kom þetta á markaðan, Dyson. Já, er það. Bara eiga örgulega mjög margar konur svona. Dóttir mér endalega kaupa þetta, ég hef aldrei heyrt aðra eins vitleysuna að eyða svona miklum fjármunum í einn hárblásara. Þau minn almáttur. Nema hvað, og hún reynir að selja mér hugmyndanum við eigum að eiga hann saman. Ég er bara, það er ekki fræðilegur sem að eiga 50% hluti í hárblásara. Já, þú er búin að prófa þetta. Já, enda með því að hún kaupir hann, safnar sig fyrir hann og kaupir hann einn og síðan fer ég að prófa að stelast í hann. Þetta er náttúrulega bara game changer. Þetta er ekki að fara að gera háraður eins og neitt annar hárblásari. Nei. Nei, við erum að tala um þetta er allt annað mál. Og ég reyndi að kaupa mig inn í hann eftir á. Þetta er true story. Já. En núna er hún að flytja til útland og ég bara, hvað með, þetta fer svolítið fyrir þessu fattari og svona, skilur. Já. Þannig ég ætla að sýna þér hann. Já. Sko. Þetta er sko græja, alveg græja. Ég veit það. En hann er svona. Og svo velur það mismunandi á það sem þú þarfst að gera, því ég séu við mættir þetta með blautt hárið. Það er að velja aðra hvora greiðina og þú setur hann bara á hérna og þú greiðir basically bara með þessu. Ok. Þannig þarna ráður hárið. Já. En verður ekki frizzy? Nefnilega ekki. Ég er að segja ykkur þú veist ég er nýbyrjuð að vera með slegja hárið í þessum þáttum bara. Já. Það er þessi minni, en maður gerir ánum þetta. og það er bara út af þessu. Síðan þegar ég er búin að þurrka það, þá set ég þennan gaur. Já. Hann er til í 2 stærðum og svo eru einhverju fleiri hérna og eitthvað svona. Og ég sný sko hér, eftir hvor megin ég er að gera. Já. Og þetta er svo ryksu, þetta er bara sogar hárið og gera það heldur bara smá stund. Ef ég vil fá meiri liði þá læt ég að ískalt eftir ég er búin að hita, þá bara haldast þér. En þetta er svona til að vera með svona blowout, svona, þú veist, þetta er bara, ertu að djóka? Þannig að mér langar næstu að gera við þið, en ég er náttúrulega stjartfræðilega, eins og ég handla, ég get gert ótrúlega margt, það er stjartfræðilega hári, þessna er ég alltaf svona. Já, en þú getur allan að gert það slétt. Já, ég get gert, þetta er ekki slétt. Nei. Það verður sko, ef ég gerir minna þá fæ ég meiri liði, en ef ég gerir stærra, þá eru svona stærri liðir, þá færi smá svona veifs. En ef ekki bara testa þetta? Testa þetta? Já. Ok. Viltu gera það sjálf að ég gera það? Nei, þú átt að gera það. Reistir mér. Fyrsta lagi bara er þetta bara svona, finnur þetta sogar hárið þetta inn? Já. Þú ert ekki sem að greiða þér, Marja. Það er ekki góðspurt. Sjá þetta, sjá munin. What? Já, ég er ekki búin að gera neitt. Ég er að segja þér það. Oh my god, ok. Greiddir þér ekki? Kannski aðeins. Kíkta þessi speilin að hára. Þetta er grín. Og þetta tók 2 mínútur. Jæja, maður, hvað segirðu? Gott. En það? En þú? Þú bara nýkliftum buxum. Herðu, já, sko, fekk reyndar hugmyndina hérna stelpur sem er að vinna í 17. Já. Og hún var að fara á Kalli og hún gerir TikTok svona. Er það gamla buxum áttu bara Þetta er eldgamla dísilbuxur. Ok. Þannig að ef þið eigið ykkur buxur þá er þetta að gera þetta svona sem þið eru ekki að nota. Og hún einmitt fór til dæmis bara niður Outlet 10 hjá okkur. Við erum sko fullt af gallabuxum á 3.000 kall. Já. Þannig að hún bara náði sér í gallabuxur og fór svona og var í höndistífunum við á Kalli. Ég reyndi að fíla það. Ég þarf að fá þessu höndistífur. Já, það er mjög geló. Já, mjög geló. En varst þú með eitthvað FOMO og hafi ekki verið á Kalli? Bara zero. Ég er nefnilega sko, að því ég var bara harð ákveðin, ég langaði ekki að fara, mér finnst það svona, þú veist, bæði var þetta að horfa á þetta sjónvarpinu og bara eitthvað svona,
og mikið production svo bara það allir voru að posta frá þessi gær þá var ég alveg með smá fómu það, ekki, ég hugsaði bara hvernig allir komast eiginlega heimall nei, ég meina Ólafur fór og hann bara tók rútu og svo bara, og hún fekk forgang þú veist, löggan bara let alla rútu fá forgang þetta var ekkert mál, sko nei, þetta leit ekkert eðlilega vel út geggja veður, fallegt landslag náttúrulega dáslegt þingvöllum að því ég fór ekki heldur síðast, þannig að voru í Vaglaskógi en þú fekk ekki heldur fór með þá nei, ég fekk ég hefði farið mér langað eða það mikið ég allan, það var gaman að sjá alla posta frá þessu svona, en þetta er náttúrulega bara fyrir sögubækunar fá 20.000 manns á tónleika á þingvöllum já, mér finnst líka alveg ég kveikt eitthvað eins á þessu sjónvarpinu gæri eitthvað svona þannig að mér finnst alveg svona mjög flott herðu, vítamín fyrir gels förum ekkert ofan því að við erum hrifnar af nei, þetta er okkar drikkur vítamín vel zero, raspberry en fyndið að þú ert að klippa buxnaðina ég var að klippa hennar ból að því að þú veist hann er á síður hann var á síður, að því mér langaði að vera í lart og þá var hann alltaf síður, ég klippti 27 cm neðan ég er mjög þekkt fyrir að klippa bóli? Já, ég bara, aknebóli, bara whatever ég bara þeir eru allir klippti Gellan á skeranum já, þannig að ég er ekki svona eitthvað smeyk við það við erum í zero raspberry fæsti krónunni herðu, svo Beckham ádeilan heldur áfram hvað ég er fyrir að halda hvað? Er þetta ekki bara fjölmiðlar að búti klikkur öllu? Er þetta þau? Sko, þau eru náttúrulega núna mjög sárið við því, David og Victoria að hann sé með yfirlýsingur það að þau hafi plantað fjölmiðlumanna þegar Harper alltaf fara með eitthvað fara með eitthvað handskrifa bréf og þetta var eina leiðin til að ná í bróður sinn og hún saknaði hans en svo með þess að DoorDash auglýsingu þetta er eitthvað skrið já, það er allt vittlust, þetta sé rosalega svona hvað ég segja, hann sé bara smá backstory, hann er að segja af hverju hann DoorDash er svona svo Wolt, eða ekki? Jú, bara Deliveroo og eitthvað svona og hann er að segja, hann sé að horfa á bara heima á sér, eða ekki og hendur svona miðanum á borðið hann á greinilega 6 miða á H&M jafn marga og þau eru mörg segja sumir, svo kannski sumir að lesa mikið í þetta og á borðinu liggur úrið hans pappaskanum og fullt af óopnuðum brefum er það má? Já, eins og hann bara, þú veist, þau sé alltaf senda hann bref en þá er þetta náttúrulega bara major diss ef þessi satt og hann bara segir eitthvað svona þeir eru kannski að velta það fyrir ykkur akkur ég er að horfa á H&M úr stofinu heima hjá mér it's complicated og þá segir hann eitthvað it's a long story þú veist, eitthvað þannig að og pappans náttúrulega kefti 3 á World Cup og öll fjölskyldan er veit ég hvort þau séu, ég heldur séu allan að fylgjast með einhverjum leikjum, allan David og strákarnir þannig að en sko David Beckham var að fá Hollywood stjörnu í LA og þessna voru þarna og þessna fór Harper litla systir hans til hans með þetta bref en Brooklyn var reyndar í New York akkurat hann postaði mynda sér í story hann var ekki heim en sumi segja hvernig vissu paparazzi að hún var að fara þangað hvernig voru þeir bara fyrir utan heim í honum já, akkurat, hann vil menna að þau hafi þetta er allt svo crazy bara er það I don't know þú veist, hann er basically að segja að þau gerir fjölmiðlamat úr öllu allt er PR þannig að hann vil meina þú veist, þetta geti ég held bara konan hans sé ekkert betri nei, guð kannski eru líka bara paparazzis bara part out there bara alltaf hver veit já, en allavega, þetta heldur áfram herðu, svo var ég að skoða Giggo aðan appið og ég bara segja, þú veist, núna er sumar að koma og öll þessi sumaverk sem að bara öllum fyrst drefleiðileg bara auðlýsið á Giggo og ég sá sko þá, einu vantaði lúðrasveit sko ég er endar elska það ég hef pantað svona lúðrasveit ekki genið Giggo, ég veist ekki hvað það var en ég let komið Amalía Óla og spilaði, þú veist, þetta er svo flott, þetta er svo hátilegir allir þessum búningum, þetta er ekki aðverð og svo bara vera að auðlýsa bara eftir að vantar bara að fara með bílum minn í þrif slá garðinn minn mála pallinn þú veist, bara tengja heitabott þannig bara að segja, þú veist, mann langar svo að gera mikið á sumrin og svo bara kannski hefur maður ekkert endala svona tíma eða nennu þannig ég mæli svo með að auðlýsa á Giggo, bara, þú veist, ef þú vantar lúðrasveit ef þú ert í lúðrasveit
þá getur þú skráðið sem giggara. Þannig að ef þið finnst gaman að gera allt þetta sem öðrum finnst leiðilegt, skráðu og fáðu aukapenning. Og skráðu okkur sem skemmtikrafta. Já, okkur ekki. Tökum að okkur. Já, tökum að okkur skemmtanir. Við erum go-go-pjur. Já, í verslum. En já, svo aðeins sumatrendin, þú veist, að því við erum búin að tala alltaf svona capri bands. Þannig að ég ákvað að slá til. Já, vel gert. Ég meina, það veðrið í það. Það veðrið í það. Og svo bara svona allt bóhó, bara eins og við farið yfir alltaf. Það bara ótrúlega mikið líka núna. En svona svo skóna sér í? Já, ég bara, veist það. Nei, ég fæ svo mikið déjà vu, Andrea. Vel ykkur flottir að þá? Oh my God. Hvað er það sé gamlir? 30? 20? Ég held að sé allan að 25 ára? Nei, svona 25 ára. Já. Ég átti svona skó. Ég bara fór ekki úr þeim. Nei. Seldu við þetta í 17? Já, þetta er úr 17. G-skór. Já, og þetta er eitt af því sem ég ætla að selja að gefa og mamma hirti. Já. Og ég sé bara hirti svo mömmu. Er hún nýbúin að sækja þessa? Já, og svo sækja ég þetta til hennar. Þess að ég er bara, ég átti svo skó. Já. Amma gaf mér það. Ok, þið eigið bara saman. En sko, við ætlum að fá til okkar gest. Já, geggjaðan gest. Og mjög spennt. Já, mjög spennt. Engar en Hildi Björnsdóttir, nýkjörun borgarstjóri Reykjavíkur. Og megagels. Og megagels, ekki múin að gleyma því. Nei. Þannig að við ætlum að spyrja spjörunum úr. Já, mjög spennt. Já. Hildi Björnsdóttir, nýkjörun borgarstjóri, velkomin til okkar. Takk fyrir. Takk fyrir að koma til okkar í Stílbrot. Bara takk fyrir að bjóða mér. Herðu, ég kom með vítaminvel inn fyrir þig. Elevate. Geðveitt. Drekkur þú vítaminvel? Já. Ég ger það. Já, við erum sjúkar í þetta. Svo svalandi eitthvað. Þetta er mjög svalandi. Já, þetta er Elevate. Ok. Með svona annars bara. Hann stilu bólið. Já. Ég bara fór að náði í, þegar ég sá hún að koma inn, þá fór ég að náði rétt að litin. Dressið. Og mjög góður. Ég veit ekki smakað þetta bara áður. Andra, hvernig er ísinn? Bránaskilur. Já, ég ætla að leyfa að smakka í beinni. Þetta er svona glænýr toppur frá MSI's með kanilsnúðabragði. Passa að fara ekki fyrir. Ég var að borða kanilsnúðabragði komið. Já. En ég með góðan sambur hvort að þetta standist, sko. Já, næði til 700. Það var gott. Þetta er sjúklega gott. Já, ég er alveg búin að hafa nokkur svona í mig. Trú því. Já, þetta var nú eiginlega fake fristir hérna í ískálnum hérna frammi. Þetta er þetta mjög gott. Já. Þú er bara að hafa mig, ég ætti að fá 1 bita. Já. Það vil ég taka nefna. Er hann góður? Ég klára allt súkkulaði. Já, en er alvöru kanilsnúðabragð þínu? Já. Og ég var raunverulega að borða kanilsnúð og rétt á hann, ég kom að matabóði. Ég elska kanilsnúða. Þannig að ég var mjög spennt fyrir þessum. En herri, ég ætla að segja ég setti mér svona í stellingar áður þú varst að fara að koma og var búin að skrifa fullt að drepleiðilum svona pólitísku spurningum. Ég bara hélt í 5 mínútur ég væri Egill Helga, skilurðu? Já. Og var ógeðslega ánægð með spurningar og svo náttúrulega voru ykkur gælu spurningar loki og ég sendi á góða vinkonu mína Viktoríu Hermanns sem er nú alveg þaulvun fjölmiðlakona og hún alveg, fyrir hvað er þetta? Og ég alveg, Stílbrot glemdu hugmyndinni ég alveg, en ég meina það er ekki að spyrja eitthvað, það mun allir slökkva það er enginn bara annarkvært horfaði á Silfur Egils eða hlusta þjóðmál þannig ég setti svona, það var alltaf gott að fá svona feedback þannig að ég skipti aðeins gír. Ég er eiginlega dauðfegin að heyra þetta ég er það er nóg frambúð fyrir mig á hinu ég er nákvæmlega og hvað heldur á okkar hlustundur upp með mér að vera boðin í svona gellu þátt já, þú ert alltaf algjör gella en já, ég var búin að eitthvað 100 daga plan, leikskólamál og eitthvað, hún var bara, ég drefti mikið þannig að ég skipti aðeins en mikilvægast spurningi fyrir mig er hvenær farið þessi kleinurhringir? Já, einmitt nákvæmlega, svona okkar fyrsti kontakt var eiginlega mymband sem þú gerir á Instagram og þar sem þú ert ævareið yfir kleinurhringjum í bílastæðum niður í bæ eins og svo ótrúlega margir. En þú getur kannski ekki svara nákvæmlega Jú, við erum bara strax búin að samþykkja í borgarstjórn og við erum að fara að gera mjög mikla breytingar á bílastæðamálum niður í bæ og þar kemur við svo gjaldskyldan og
svona eitthvað aðskota hlutir í bílastæðum og svona, þannig að við erum bara að vinna í þessu núna í sumar að finna út hvar við getum tekið þessa hluti burt. Þannig ég get fara að bjóða í barnaafmæli á sunnudögum og allir þurfa að borga. Já, þú veist, það hluta því sem við erum að skoða, hvernig við og líka kannski fjölgum íbúakortum og alls konar. Ok, ég er mjög glöð að heyra það. Við erum með þetta allt í skoðan. Já, svo Sölvi líka góðvinur minn sem á Londromasnir í bæ, hann var einmitt líka að benda og voru komna svona skemmtilega myndir núna sem að sundlaugmyndina voru. Býtu upp og skipta sundlaug? Herðu, veistu hvað er komin? Við legg ekki meira á þig. Það komin Saga sýklalyfjanna og handáttur. Minn góður, einhvern tímann var til og hann var bara aldrei vekja mig. Ég er svo góður með þetta. Ég vil að fara bara eftir þannig átt og glekka mig á þessari sýningu. Já, ég myndi fara og skoða þetta vel. Þannig að steypuklumparnir að gefa þarna niður í bæ. En mér langar svo að spyrja, hvað, er eitthvað eitt sem að þú telur og svona flestir kannski miskili við þig sem að þekkja þig ekki? Já, sko, mér er rosa oft mér hefur verið gennum árin bent á að vinkonum mínum að svona kannski persóna mín skinn ekki alveg gegn í mínum störfum og ég náttúrulega verið 8 ár í minnihluta sem að því að maður er alltaf eitthvað töðandi og stundum verið sagt að ég sé svona ströng kennslukona. Já. Ég er ekki þannig í raun. Nei. Þannig að ég held ég hafi nú kannski fengið smá svigrúm í þessari kosningabaráttu til þess að ég er svona reynda sleppa aðeins, skipta aðeins gír. Að því að manni finnst líka oft eins og, þú veist, ég veit ekki, konur í pólitík og konur sem er að reyna að komast eitthvað ákveðið, þú veist að það er eitthvað en hafi meira sanna, ég veit það ekki. Já, það er algjörlega þannig og ég hef alveg bara frá því ég er 20 og er, þú veist, verið formaður stúdendara og svo fer ég lögmennsku og ég hef alltaf setið undir eitthvað svona aðfinnslum frá fólki sem er að ráðleggja mér að ég mun ekki ná árangri nema ég klippa mér hárið og greiða það í tagl og klæði með öruvísi og það er einmitt akkurat það sem ég langaði að segja og það sem ég finnst svo frábært við þig að þú ert bara, með þinn stíl og ert ekki að láta segja þér hvernig þú ert að klæða þig til að ná langt í því sem þér langar að gera. Það eru margir búin að reyna í mörg ár og ég er svo þver og ég einhvern veginn alltaf hugsað að ég nenni ekki að vera í sig, ég má ekki bara vera nákvæmlega eins og ég er og ef það er gett spurn eftir því þá bara kýs fólk eitthvað annað, það er til að veið. Nákvæmlega. Og þannig að ég er bara að feina að vera komin þangað sem ég er í dag og hef ekki þurft að breyta neinu. Nei, einmitt og þess þá heldur núna, þú veist. Þannig að en hver er þín svona helsta fyrirmynd kannski bara í lífinu og kannski í pólitík líka? Já, sko í lífinu sæki ég bara fyrirmyndir í fólki í kringum mig bara með ólíkum hætti en ég finna mjög oft svona í bara í daglegu lífið og hugsa ég til afa míns. Já. Gísla Konráðssonar heitins, hann var frá bjó Akureyri alla mína tíð og hann var svona þekktur fyrir að vera með einstakt jafnaða geð og var forstjóri í marga áratugi og svona stóra mikill maður í samfélaginu en svona þekktur fyrir að skeita ekki skapi og vera sanngjarn og ég hugsa oft að því einhvern tíma á spákona sem sagði við mig að amma mín og afi fylgdu mér og eða svona miðill sagði það við mig og hann ég hugsa oft sko þegar ég er að taka ákvarðanir hvernig ég á að bregðast hlutum hvað myndi afi gera já. Æ, en fallegt já. Ég vildi óska að ég hefði svona jafnaði gef ég bara því miður það ekki stundur langar með eins og Ari bara er að reyna að hætta að tala um hann í þessu podcasti greið að hann er með svo mikið jafnaðgeð og ég er bara stundum akkur get ekki verið eins og Ari en þú veist, við erum ekki öll vins. Nei, maðurinn minn hann er fyrst að pirrandi er hann stundum bara hann langt svo að rífast við ég er bara alltaf hefur nokkuð til þín smál þannig að þetta er öfugt ég er stundum bara, ertu lifandi halló, segðu eitthvað bara öskra á mig, vertu pirraður við vorum að tala hver var í þín helsta fyrirmynd en mér langar að vita, hvað borgarstjóri fyrra ára lítið þú svona mest upp til og einmitt einhver fyrirvarið eða fyrir, hvað segir maður? Forveri, sko, maður getur að nefnt nokkra, þetta er Davíð Oddsson alveg svona kongurinn, sko, heitinn og búið að vera mikið að fólki búið svona heiðra minningu hans undanfæri því hann er auðvitað ný fallin frá og hann var auðvitað mjög farsæll og ég myndi segja hans blóma tími í íslenskri pólitík hafi verið svolítið þegar hann var borgarstjóri og mér finnst þetta gaman að því að margir sem ég hef kynnst sem hafa verið borgarstjórar og farið svo yfir á þing tala að skemmtilegasti tíminn þeirra í pólitíkinni hafa verið þegar þau voru í borginni. Ég geti nefnt hann. Mér finnst nú svolítið gaman að afkomandi Auðar Auðuns sem var fyrsti kvenborgarstjórinn sendi mér e-mail daginn og var að segja mér að þegar nú held ég sonur hennar að þegar að mamma hans hafi tekið við sem borgarstjóri hafa hún einmitt verið lögfræðimenntuð eins og ég og 4 barna móðir þannig að það var skemmtilegt en svo
Verði eiginlega sko að gefa Ingibjörgu Sólrúnu svolítið kredit þó hún sé alveg, þú veist, hinum pólnum í pólitíkinni á við mig, en hún auðvitað eina af svona fyrstu konum sem að var algjör brautryðjandi að því leiti að sko vissulega höfðu aðrar konur komið undan eins og Auður Auðuns, en hún þannig borgarstjóri í næstu 9 ár og sko hún hefur þetta að vera því líkur töffari á þessum árum til að ná kjöri svona ítrekkað og halda velli svona lengi í þessu umhverfi. Já, maður man vel eftir hún, alveg svona kvenskörungur. Já, hún var það sko. Þannig að, eins og segi, þó að við deilum ekki pólitík að þá virði ég sko hana. Já, einmitt. Hún var mjög flott, ég man rosalega vel eftir henni. En ef þú getur afturkallað eina ákvörðun sem Reykjavíkurborgar fyrir síðust 20 árum, hver væri hún? Sko, þessa dagana mjög nærtækt að nefna þetta blessaða græna gímald. Já. Þegar við vorum bara ógeðslega langa og umlega skýrslu bara röð mistakar sem leitu til þess að þetta blessaða græna gímald reis. Já. Þannig að að því þetta er svo ótrúlega erfitt mál að fást við. Já. Það einhvern veginn ekki hægt að bara rífa þetta, þú veist, þannig að ekki hægt að mála þetta bara? Já, það einmitt. Núna erum við að fara í einhverja svona aðgerðir að reyna að finna hvað getum við gert, þess að bara svona draga allavega úr neikvæða áhrifunum, en mikið vildi ég töfrasprota og geti bara afturkallað einhvern veginn allar stróka þetta út. Þetta er alveg ömulegt mál, en við getum allavega lært að því. Nei, einmitt, en er það ekki þannig? Maður þarf bara að læra öllu svona. Jú, algjörlega. En svo kemur að því, kannski sem Andrea var að segja áðan, þegar að myndavélinn datt út. Þú ert nú alltaf að mæta okkur viðburði og þarft að klæða upp og svona. Ertu með stílista? Nei, ég er ekki með stílista. Já, það ekki? Nei. Ok. Þú ert bara svona smart on your own accord. Ég hef alveg gaman að fötum og svona og kannski myndi ég, sko ef ég myndi vilja, hvað ég segja, ég myndi notast við stílista þá var ég kannski aðalega ég hefði ekki tíma til þess að finna mér eitthvað. Ég var nú kannski líka meira að hugsa það. Þú veist bara á útvega og skjótast fyrir þig og sækja og gera og græja. Ég hef reyndar fengið alveg mega treatment, ég mann fyrir 4 árum í kosningunum og þá Erna Einarsdóttir vinkona mín sem núna yfirhönnuður hjá 66 gráður norður, hún var með Geysi og svona þá var hún stundum að senda mig myndir af ykkur sem hún fannst vera hildarlegt og þá var líka mákona mín, Ólöf Skaftadóttir og tengdamamma mín líka, þær fóru stundum í búður og beið mín svona fatar ekki að velja úr þannig að það var svona fyrir 4 árum sko og það var algjör luxus en ég er ekki með stílista, nei en nei. En finnst þér erfitt að, þú veist, farðu oft svona að því að þú stemmit eins og Andrea að segja hann, bara þarfst að vera að klippa borða, gera þetta og gera hitt. Það er svona margir viðbröð einu, farðu eitthvað svona kvíða yfir bara í hverju það átt að vera? Sko ég held að við konur, okkur hættir náttúrulega til að finnast, sko þú veist, ég get ekki verið ég var þessi síðustu viku og æskilið, maður sem er ekkert endilega rétt hugsun, ég á alveg líka kjóla sem ég geri í því að vera oft í þú veist, ég á eitt svona skergrænan með bláum blómum sem ég kipta á svona 10 skall á Asos og ég notaði hann ógisla oft og ég var alltaf rosa mörg kommentir í honum þannig að, jú, þú veist stundum, maður vaknar á mótni og þá þarf maður að kíkja á dagskrána og hvað maður er að fara að gera og ég man reyndar núna í kostningabarátuna þá var í dagurinn sem byrjaði þannig að ég var í gönguferð Grafavoginn og þá þurfti maður að vera casual og þú veist, í ykkurum bara sportskóm og ekki á fínum hárið og svo þurfti ég að drífa mig í hátíðarhöldi í Ráðhúsinu sem að vera að bjóða öllum sem eru Reykvíkingum sem eru 70 það árið og þá þurfti maður að, þú veist, ná sér hári og fara í fínni klæði og svona þannig að það er ekki þannig að maður geti alltaf klætt sig að mótni fyrir allan dag. Ég ætlaði einmitt að spyrja þessu. Því þú ert bara að vinna eins og aðalgælarnar á tískuvikunum, bara skiptum átvitt mörgum við daginn. Það getur komið fyrir, það getur komið fyrir. Þú þarft að vera með þetta allt með þér nýri vinnu væntanlega. Já, ég geti þurft þess. Ég myndi elska þetta. Þetta er að skipta með átvitt nokksinum. Ég sé að þú ert í íslensku hönnu núna, Jóman. Já, herðu, það er svolítið fyndið að segja fyrir því að ég keypti þennan ból og pils við og ég ætlaði að vera á kostninganótt. Mér langaði svo að vera í íslenskur hönnun á kostninganótt núna. En þú varst næstu í íslenskur hönnun? Já, nákvæmlega, svo sem í íslenskur hönnun. En svo hafði ég líka keypt mér kjól. Ég hafði farið í outletið í Holtagörðum og keypt mér kjól frá Rotate. Já, og hún er náttúrulega íslensk, annar hönnur. Já, ég vissi það, ég er að fylgja nefnt á Instagram. Þóra. Já, en svo fannst mannunum mínum þetta að vera full svona revealing fyrir kostningunum. Fyrir ríkjurum borgarstjóra. Ólíkt honum að vera með eitthvað skoðunar á ykkur ég er. Þannig ég endaði hinnu. Og glæsilega líka í honum. Takk fyrir. Þannig að, en ég sá leiðu komst inn, þetta er, Jóman er ótrúlega flottur hönnur. Já, mér finnst það rosa flott, mér finnst líka, sko, svo flott við hana, alveg svo þig, Andrea, hvernig,
hefur tekist að bara gera business úr sinni hönnun og hérna gengur vel og þú veist, bara væntanlega rosa mikill dugnaður sem býr að baki báðum og þetta er krefjandi að vera í þessum bransa. Algjörlega. En mér finnst geggjað þegar maður sér einhverja sem að tekst að gera svona það er bara hard work pays off og það er bara svona maður þarf að vera duglegur. Þeir vinna sem vinna, segjum við en það er svo sátt sko. En áttu ykkur svona uppáhaldsflík allra tíma? Heyrðu, sko, sem kemur fyrst upp í hugan er eiginlega, ég sko elska, ég kaupi rosalega mikið á útsölum og afslætti og ef mér langar í eitthvað þá fyrir ég á netið og tökur til að finna ykkur staðar á ykkur útsölum og eitthvað, ég er alveg rosalega með þetta. Ég ólst rosa upp, við erum mjög mörg systkinin, 6 systkini og ég fekk rosa mikið fötin mín bara á útsölum. Fór með mömmu á kringlukast og vorum að róta í einhverjum þvottabölum í búðum og finna eitthvað og þannig að ég lærði þetta mjög ung. Og mér skeggja alveg stund með þetta. Skilur, bara svona hagsýni og líka bara einmitt að þó það var sér nóg til að það þurfi ekki alltaf að vera að spreða og kaupa nýtt. Og... Mamma mín er algjör svona bargain hunter og hefur það mjög gott í dag en hún elskar að fara og finna eitthvað sniðið til góða hirðinum og þegar við vorum krakkara eins og ef systur mínar voru vaxnar upp úr kjólunum sínum þá var bara, þú veist, saumað framan á ermarnar og neðan á og svona allt nýtt. Þannig að mér finnst gaman að gera góðan díl. Ég er svona mjög alveg uppið það og þannig að mér langaði alltaf svo í svona Saks Potts kápu, þessa með loðfeldinum og mér fannst þær svo flottar en svo dýrar og ég tímdi ómögulega að kaupa mér og svo fann ég hana bláa, ofsalega fallega bláa í netverslun í London á 60% útsölu. Oh my god. Já. Og ég pantaði mér hana og sendi hana heim til vinkonum minna sem bjó í London og ég beði svona 5 mánuði eftir að fá hana í hendur. Þannig að þú borgar heldur ekki tollin eða neitt? Nei, svo fór ég bara frí til London og þá sótti ég hana. Þannig að mér finnst hún alltaf alveg, hún hangir alveg svona fremst í fataskapnum mínum. Ég elskar Saks Potts, þetta er ótrúlega flotta kápur. Þetta er svona eiliga flík líka. Nefnilega, já. Og ekki verra að fengja hana. Já, það eru hægt. Já, það, ég vissi það ekki. Því miður. Þannig að ennþá skemmtilega eiga eitthvað frá. Já, einmitt. Algjörlega. En er eitthvað taska, skart eða fylgihlutir sem að þú átt eða langar í og bara, ef þú getur bara keyptir eitthvað og einmitt, þú veist, bara kannski peningar. Á geggjum afslætti. Að bara sem veist að þú myndir nota aftur og aftur og aftur. Er eitthvað svona, því við höfum verið að tala um þetta, þú veist, það er annarkvort Birkin taska eða það er svona Chanel flap taska. Er eitthvað svona eitthvað drauma aukarhlutir sem þú langar í? Drauma, einmitt, góð spurning. Ég sá daginn ónafngreinda íslenska konu með svo ótrúlega flotta Chanel tösku og ég held hún heitir Chanel 25 eða eitthvað, þetta er nýtt lúk af Chanel tösku. Já, ég veit hvað taska, hún er geggjum. Oh my god, ég var að finna út hvað taska þetta er og fletta henni upp og ég var bara, ok, ég þarf að selja bílinn eða eitthvað til að geta kipta þess að hann er ógislega til. Já, þannig að það var í svona drauma. Það kemur svona top of mind. Já, ég var einmitt að horfa á eitthvað TikTok þar sem var verið að tala um þess að sjá 25 ára. Hún er rosalega flott. Já. Ég er með þér, mér langar líka. Mér langar líka Herðu, hvað er must hefur fataskápum fyrir sumarið? Heyrðu, sko, fyndið að þú spyrir að því að nú horfi ég á því svona hnébuxum og ég man þegar þær voru tísku, way back when, sko, og fyrir svona 2 árum síðan þá sá ég íslenska stelpu sem er fyrirsæta út í heimi, pústa mynda sér, örugglega 2 ár, kannski 1,5 ára eða eitthvað síðan og hún var í hnébuxum og ég sendi þetta á vinkonum minni og ég svo, guð mig góður stelpur, við verum alla konur í hnébuxur eftir 2 ár, þú veist, okkur varst það náttúrulega hryllingur þegar við sáum þetta þá, en núna þú veist, ég held að þetta sé, nú er svo stundurinn upp hjá mér að ég er að fara að fá mér hnébuxur. Ég klippti þessar heima á hann. Ok, vel gert. Af því að, þú veist, svona, heitir þetta Capri Pants? Já, Capri Pants, já, við kallum þetta hnébuxur í gamla daga. Og Andra, við vorum einmitt að tala um þetta daginn og við erum svona að því við tókum svona hot og not og ég spurði Andra út í Capri Pants hvað, settur það ekki í fangilsi eða? Ég fyrir ekki það, út af því að klæði mig ekki það er að klæða mig en svo mátaði dóttir mín það var geðveikt, hún er alltaf bara með langa mjóa leggi og mjóa kálfa, þetta þarf að vera svona ég er með svolítið kraft á að kálfa, bara gera ekki neitt. Ég er svo sem ekki búin að máta, sko, ég veit ekkert þetta gangi. En ég hugsa að þú myndir púla það, sko. Já, ég er allan að mjög ána með nýju DIY, þannig að ég keypti mér ekki neitt nýtt. Já, einmitt, það er enda góð hugmynd. Já, herðu, hvað sæti ætla Káar að taka í bestildinni? Herðu, við ætlum bara að vinna þetta. Það ekki? Jú, við erum bjartar. Já. Bjartar.
það getur gerst það getur gerst ég nefnilega ég segja það að þegar ég var að koma úr klára kosningar að svona 3 vikum fyrir kjördag að þá voru mældar 2% líkur á að við næðum 9. manninu minn í borgarstjórn það getur alltaf til segja það er alltaf sko ég fór sko Ísafjörð síðast sumar maðurinn minn líka náttúrulega bara besti leikur sem hann hefur farið á ævin hann hefur farið sko víða út í heimi og við vorum hann á Ísafjörði og fullt af káringum bara lögðu þessa leið á sig og ekki stutt að fara ógeðslega kalt en vákáða gaman það var líka svo fyndið, það var sko eins og menn létu eins og þeir hefur verið að vinna titilinn en þeir voru rauninu bara að verjast falli eða bara Evrópudeildina skilur og það var svo margir svona anti-káringar sem ég þekki og að því auðvitað póstaði þeir voru bara hver eru bestir, KR og það er bara svona ok, þeir voru sko bara basically að forða ykkur frá falli og við erum bara hver eru bestir ég elska þetta attitút ég veit að þetta er bara þess vegna þú veist dyrka í káinninga og ég er káinningur og þetta er bara hugafar sem maður á að fara með sín lífi sammála en sko Blue Lagoon Skin Science áttu ykkur svolítið svör já, ég elska maskana sko eða býtu, ertu ekki bara að tala um Blue Lagoon jú, já, ég er mjög hrifin af möskunum, já, þá alla og ég hef í mörg ár notað þarna möddmaskan og svo eftir á algæ rakamaskan grænskin, hann er lauma sko já, hann er lauma og þessi tvenna það er alveg meira svo nýr eftir þetta að því að sko það hlaut að vera og með svo glói og flott skinn já, ringir Óliver bara, nennar aldrei að tala með ringir eitthvað alltaf því ég en já, við náttúrulega erum í samstarfi með Blue Lagoon Skin Science og ég er náttúrulega bara alveg opinberaði bara mjög mikið þegar við byrjum með hana þátt að ég bara fór stundum að sofa á þess að þrifum mig framann jú. Það hef ég aldrei gert nei, og ég bara þú veist, ég ætla ekki að koma til dyrinn eitthvað öðru ég er bara breytt kona ég er breytt kona og ég alltaf áramót þá ég verið svona, það gengur ekki lengur og ég er ekki að segja að ég gera það hverjum degi en það kom fyrir að ég gera það og hún alltaf bara, oh my god, þú getur ekki vinkonum mín skilja, þetta er svo ógeðslegt að gera þetta er heilagt fyrir mér sko já, þetta er það, bara eins og þú segir bara, eins og fær ekki svo hans að tampustæði bara hvernig getur þú fara og ég er bara svona stundum bara nenni ég ekki það er bara, ég veit það og en svo einhvern veginn eftir að við byrjuðum menna þátt og ég samstæði með Blue Lagoon Skin Science þá náttúrulega fekk ég gefin svörufræðum og ég er ný kona ég trúi því já, ég er bara dyrka núna einhvern veginn að þrýja mig framann og mjagusall á mig og og bara þú getur skoðað eftir en það er bara eitt úr hverju úr línunni Skin Science gefa þér til hamingju með já, þetta er svona stólin takk fyrir til að halda áfram að vera sæt það er eitt ég get sagt ykkur það verður engin fegur á því að fara ekki ennum kostningabaróttur þannig að þetta er alveg þetta er algjört frá homespari og stíl við átveitið og við nákvæmlega, þetta er allt úthugsað en ég mælir nefnilega ótrúlega með nýja cleansing bólminu þetta er svona ólía þetta er svona þetta er svona klært einhvern veginn þetta er bara eins og svona kókosólía eitthvað bara setur þetta á þig og þetta bara tekur allt af ertir ekki augun eða neitt maður nota maskaran og allt og það er sko þú ert bara eins og að hafa verið að setja það rakakrem eftir á því oft hefur maður að þvo sig með eitthvað svona vatn og svona verður svona þurra eftir á það er maður ekki að skóla þetta af eftir á jú, þú skóla þetta af já, en þú ert bara einhvern veginn klamp eftir þetta maður liggur við þarf ekki að setja sig krem fyrir nóttina ég er að prófa það eftir já. Meiri raka eftir þrjóðu heldur en en og svo ætlum við að spyrja að því að Andra var að gera mér hárað á hann að Dyson er það og meðan ég var að blása og þú varst ekki komin þá sagði ég við hana Hildur hlýtur að vera búin að mastera Dyson ert þú að nota Dyson? Herðu, ég fekk mér nefnilega, Dyson í janúar og febrúar, mér búið langið Dyson í mörg ár og þetta er náttúrulega fjárfesting þetta er fjárfesting og ég, sko vinkonum mín er mitt Áslaug Arna og Þórdís Kolbrún og þessar sem að ég kemsti voru með Dysonin og ég var ekkert neginn bara fann hann hvergi á afslætti ég held að hann farur aldrei afslætti nei en enda að kaupa mér reyndar á afslætti í Fríhöfninni það munar og ég sé ekki eftir krón vá, hvað þetta er mikið snillt að græja hún var að segja Andra á hann af því að þú fara oft svona frissi hér eins og ég en sko þú ert alltaf með bara háraðið er bara alltaf on point það er geggjaður hárið sko náttúrulega með þykkt hár fyrir
En ég sé bara flink að gera þetta. Já, sko, ég með mjög þykkt hár og það vex mjög rætt, þannig að hérna ég með mjög mikið hár og ég rosalega snögg með þessa greið. Ég bara svona 5 mínútur að bara, já. Þú varst svona innan við 5 mínútur áðan, ég var eins og haugur, þú veist að ég hoppa bara í sturtu, svo valla greiðið mig og lappa út. Ég rosalega low maintenance. En sko, almennt ég þannig líka, sko, og hérna... Þess vegna maður þessi, ég held að það ástæðan fyrir ég nenni svo líka. Ég er sammála, ég nefnilega hef aldrei, sko, mamma mín algjör megagæla, sko, og hérna ég hef ekki séð sig hana og hún ól mig upp, ég svona elsta dóttir hennar. Já, nákvæmlega. Hún sagði alltaf ekki vera eins og ég og ekki venja það og þurfa krullaður háður eða með húsi eða málaði eða eitthvað. Þannig ég vandist því að geta farið ómálað út og bara, ég mæti oft bara í vinnuna með rennandi blött hár eftir styrtu og eitthvað svona, sko. En svo ef að mér finnst ég þurfa að laga mér hárið, þá ég bara með Dyson inn í töskunni og ég í alveg 5 mínútur að gera mig svaka fína. Þetta algjör game changer. Ég bara hefði ekki trúið hvað þetta fljótt. Ertu með uppáhalds busta sem svolítið fyrir? Ég bara nota þarna krulluubustan, þannig langa. Ég bara kann ekki á, ég sá þú varst með eitthvað aðra græðu þegar ég kom á hana. Ég kann ekki, ég ekki búin að, ég þarf að gera það. Þú varst allan mjög fljótt að gera þetta með mér. En hérna, þannig að það leyndarmáli, það e-rappin. En ég með eina spurningu í lokin. Og það bara þú 60 sekundur til að tala við alla Reykjavíkinga í einu. Hvort sem þið kussuðu ekki. Wow. Hvað myndi segja við það? Ég myndi bara segja við þá takk fyrir stuðningin og tröstið, hvort sem þið kussum við eða ekki. Ég finn alveg svakalega fyrir því núna þegar ég bara fara bæinn og borgina mér finnst við njóta mikil stuðnings og fólk svona tristir á að við förum að breytum hér einhverju og við vitum að langt flestir, ekki bara okkar kjósundur, vilja eitthvað fara að breytast hérna í Reykjavík. Þannig að mér finnst mjög margir standa við bakið á okkur og mér þykir rosa vænt það, en því fylgir líka pressa að við munum standa okkur vel og við munum gera það og vanda okkur og gera okkur allra besta. Þannig að ég vona bara, eins og ég hef sagt áður, að ég ekki bara að hugsa að standa með gagnvart þeim sem kusum mig, heldur bara öllum Reykvíkingum og þetta svolítið þannig hlutverk að vera borgarstjóri að maður vill vera borgarstjóri allra Reykvíkinga. Ég held að sé ótrúlega margir líka sem kusu þig, skilurðu? Já, ég held það, já. Og ég er búin að segja það áður í sem þætti að ég hef heyrta og ég bý ekki í borginni, ég hef heyrta mörgusunum að þú hefur alltaf svona látið til þín taka ef eitthvað var að og svara fólki og gengi í málin. Gaman að heyra. Borgarstjóri. Gaman að heyra. Ég sagði við það og ég hef heyrta bara svona gegnum vinkonu mínar eitthvað svona í óspurðum fréttum. Já, einmitt. Það gaman að heyra. Þannig að já, mjög. Þetta svolítið, ég náttúrulega bakgrunnum minn og lögmennsku og það maður svona ofta sýsli ykkur einstaklingsmálum og svona stundum getur þetta verið mjög keimlíkt. Fólk leita til manns með eitthvað vandamál og maður svona hjálpaði þeim að leysa það og sumir verða hrættir að leita til stjórnmálamanna því þeir eru svo hrættir að við förum allt í blöðin en ég segi til fólk, það alls ekki þannig sko. Ég get bara farið inn í gegnum kerfið og hjálpað ykkur og það þarf enginn vita af því. Það þarf enginn vita af því. En ég meina þá er maður líka að gera það heitundum. Akkurat, já. En takk fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér og takk fyrir mig, svo gaman að koma. Enda sætari. Já, ég get ekki beðið eftir að heim og... Herru, mikið var gaman að fá Hildi. Hún svo mikið gælla. Hún alveg gæli neitt. Hún bara, minnst hún alltaf svo flott klædd og glæsileg og náttúrulega hára á henni. Bara, ég veit ekki, minnst hún bara... Hún fárlega klár líka. Já, hún nefnilega sæt og klár. Það nefnilega hægt að vera bæði. Eins og vorum að tala áðan. Það náttúrulega rosalega pirrandi þegar það bara gengi út frá því að maður get ekki verið bæði. Nei. Hún klárlega bæði fyrir allan peningin. Það voru að tala það er svona fordóma, þú veist sem oft ykkur gamli kallar bara hún sæt. Get ekki verið sæt og klár. Nei, ég sé þetta svo oft. Óþolandi. Þetta ennlega óþolandi. Strákar eru að hlusta hans. Já, en þetta ekki meira svona gömlu kalla syndrom? Ég held það. Já, það ekki. Jú, ég ætla rétt að vona strákarnir sem ég er búin að læra það. Maður veit samt ekki. Nei, maður veit ekki. En herri, já, ég ætlaði líka því að við erum náttúrulega höfum verið að tala um nýju rammaspíluna frá Benz og og þeir eru allir með svona nýju stýrikerfi sem bara svona eitthvað AI dæmi að þú getur bara spurt bílinn. Já, byrju, það þannig sem maður varst að segja sem maður getur verið bara, heyrðu bara hey Mercedes, þú tala bara við bílinn segir bara hey Mercedes ertu með eitthvað þú veist, að þú ert bara að segja maður keyrir út á landi hver gerði? Já, segir bara hey Mercedes, ertu með eitthvað tillögur að góðum veitingastöðum eða einhver skemmtilega að gera með krakkana já, vá og þá bara svarar hann, skilur þá segir bara, þú veist matkráin, bla bla já, algjörlega, mér finnst það ótrúlega skemmtilegt svona þessi fítus á nýju bílunum veistu að talar hann við þig eða kemur bara eitthvað upp? Hann talar held ég við þig ég elska já
og svo kemur held ég líka upp og ég mæli líka með bara því við verðum að segja hvað oft gaman bara að fara upp í öskju ef þið eru í bílahugleiðingum ég bara mæli með að fara og fá að pröfukeyra bílana eins og þarna þessa nýju bíla GLC og GLA sem svona gælubíl bara akkur ekki, þið verði ekki verið þegar ég var yngri þá var það bara eitt af skemmtilegast ég gerði, ég var að fara að pröfukeyra bíla. Herðu, ég fór oft með pappa líka, já að pröfukeyra bíla. Já. En ég bara mæli með, þú veist, það bara, maður tapar ekkert á því og það bara alltaf svo ótrúlega gott að koma upp í öskju og fá góða móttökur og gott kaffi og kleinu. Þetta alveg stóra ákvörðun, maður þarf alveg að hugsa sem og gott að fá allar upplýsingar. Akkurat. En ég bara kemur líka margt. En ég elska AI, þú veist, og allt þetta, hvað við getum bara tala við, bara hey Mercedes, sem ég var að pæla með, ég er búin að eiga svolítið slemma dag, hvað myndir að mæla með þú veist hvað ég meina? Kannski bara, ég myndi bara hætta ringið. Nei, ég meina, þú veist, þú ert náttúrulega á nýjum Benz, Mercedes Benz. Ég get ekki tala með hann, ég væri klárlega að því. Já, ef þú getur það. Þú ert náttúrulega, hi, chat, alltaf að tala um chat. Getur að sakna hvernig að ég væri sem dýr, þú veist. Já, en það kannski kemur ekkert að því. Kannski spyrja bara, hey Mercedes, hvaða dýr væri Maja? Já, nákvæmlega. Sjáum hvað það myndi segja. Það væri eitthvað. Já, það kannski kemur með tíman. Allan að mæla með heimsókn í öskju, bara það verði ekki fyrir vonbrigði. Nei, nákvæmlega. En varstu með einhverja spurningu eða? Ertu að spáði, hvað ætlar að gera í júlí? Nú erum við bara stílbrot að fara smá sömafrí. Já, við ætlum líka að segja, þetta næst síðasti þátturinn sem kemur út fyrir sömafrí. Já. Og við ætlum að taka okkur frí í júlí. Já. Og reyna að njóta eitthvað og þetta fyrsti þátturinn komu út svo eftir sömafrí 7. ágúst veistu það, ég hef aldrei á ævi minni verið jafn óákveðin hvað ég ætla að gera í sömafríinu og yfirleitt er ég búin að bóka þú veist, að fara að heimsækja pappa eða ég er búin að vera fram og tilbaka núna hvort ég að fara til London með strákana heimsækja Völu eða hvort við valegum að hittast eitthvað með börnin okkar eða hvort ég er bara að vera heima veistu, ég skipti skoðan á hvernig degi ég hef aldrei verið svona óákveðin mér er bara aldrei langað að blíti eins og búið að vera gott við þá langar mér líka bara eitthvað svo að vera mér allavega já, en það, sko, ég er alveg sammála og auðvitað er smá gali að maður sé alltaf að fara í burtu í júlí þegar það er svona möguleikin á besta verðinu ég held að sé bara að þú ert með svona yngri krakka þú veist, þá er þreytt að fara í húsdýragarðinn eða sund á hverjum degi þú veist, mann langar í aðalega tilbreytinguna en mér er líka alltaf jafn næst bara að fara út á land þú veist, keyra út á land en þannig að útilegu eða? Negativ það er bara þulreint ekki tjaldútilegu? Nei, bara glemdi hugmyndinni ég er bara never again eins og mér fannst þetta gaman þegar ég var lítil en ég ætla að segja og ég vil meina að ég varð fyrir 2 near death experience á föstudaginn síðasta ok, það er sérst Kali og var náttúrulega í gær og það var að vera að sækja til Arbundin í 66 í Kringlunni þannig að voru svona einhver 100 manna að mér fannst í röð og ég var í hvíta síða pilsinu mínu sem ég glæpsamlega var í svörtum sokkum við daginn og er að fara sérst í rúlustöðan og það eru náttúrulega bara allir þarna bara í hringin í kringur rúlustöðan í röð að fara að sækja til Arbund sitt festist pilsið í rúlustöðanum þetta er ógeðslega mikið fyrir hjá mér jú, það gerist og pilsin eru þið? Já, og sem betur fer var ég í hjólabuxum af því að við erum að tala um það var komin á hnjám og mér náttúrulega bara leiði eins og allir var að horfa á mig bara allir sem voru að fara að kalla og að sækja Arbandi sitt og ég var hann að bara slást við pilsi í rúlustöðanum náðu upp úr? Ég náði upp úr en það munaði engu þá ég hefði bara þurft að fara úr því og standa hana bara á hjólabuxum já, svona nærfata hjólabuxum og þetta var hræðilegt Guð mig góður og allana, en það er náttúrulega bara ónýtt pilsið, þú veist það er bara allt í ykkur svona tjöru og rifið og mér fannst þetta að gesta svo löngu tíma auðvitað gerist þetta bara svona en þetta var þetta er stór hættulegt við rúlistæða ég veit það og ég hefði haldið bara, nefnst ég bara þetta er stór hættulegt og ég veit líka bara eins og Ari hann er alltaf með svo mikla ágjörð af strákanir í Crocs af því hann er búin að horfa á fullt af ykkur svona vídeum sem gúmistifin í Faroni ég veit, þú veist, hann bara þau mega ekki fyrir rúlustæðir í Crocs hann var alltaf að láta hoppa yfir já, einmitt herðu, ok, þarna var ég bara að labba í Hagkaup að kaupa eitthvað svona ég síðustu ykkur að fá sápu mistu nögg og fyrst blóðið drönn núna mistu pils í rúlustæðum í Kringlunni ég bara held að ég var næstu í dáin
herðu, svo labbaði ég Hagkaup og var að kaupa eitthvað hérna, að því ég var með kaffi morgun eftir í vinnunni og ætlaði að henda þið bara upp í ísskápinn, fer í Hagkaup, kaupa eitthvað hérna vínber og eitthvað svona dót og fer svo upp á skrifstofu og er að setja þetta sérst í ísskápinn og þá hérna sé ég eitthvað svona í hárinu, eitthvað svona kusk og ég bara eitthvað svona, ég sá bara eitthvað svona út undan mér eitthvað hérna og ég ger eitthvað svona, dettur svona stór kónguló inn í ísskápinn úr hárinu á mér pilsið og þetta kóngulóadæmi gerast á 30 mínútum. Nei. Jú. Ertu með kónguló svona fóbíu? Sko, það er enginn sem elskar kóngulær, skilur. Ég er ekki alveg með arachnofóbía. Nei, ég er ekki stjartfræðilega hrædd við það. Þú hefði fríkað út, sko. Já, en skilur, þú veist, það er ekki næs að hafa þetta í hárun á sér. Svo kom ég heim og var að segja Ara frá þessu og hann var alveg, hvað ætla hann að hafa verið lengi í háruna? Hún er búin að klekja út eggjum. Þú ert með fullt af litlum kóngulóeggjum núna í hárunu. Nú ringi ég Ara. Já, og ég var bara eitthvað, ok, mér klæjaði í svona 24 tíma eftir þetta. Ég var bara alltaf, þú veist, það sem hún var. Þannig að, já. Ég las það sko eitthvað stærra afrætsmanniska, sagði þetta, Þetta var ekki búin að segja þetta? Jú, nei, byrju, jú. Afrætsmanniska kynkir 12 kóngulum ævina. Já. Sofandi. Já. Þetta ekki þeim sem búa í Íslandi. Nei, einmitt. Já, herðu. Hlýtur með einhverjum útlöndum. Herðu, þú varst að segja mér þetta, manstu, þegar við hittust fyrir síðasta þátt. Manstu, ég var að segja við þið að það hefði verið kónguló í fataskámni mínum. Já, það var ég að segja þetta. Já, það varstu bara eitthvað veistu hvað, það er náttúrulega hverjum er ekki saman sem kónguló fataskámni. Já, það er einhver, mér var alveg sama. Ég er samt eitthvað ná í ykkur fötu, ég veit ekki hvað hún er. Allir þetta hafi verið kóngulóin. Kannski er þetta börnin hennar í hárinu? Já, en allavega þá bara, þú veist, ég var alveg smá traumatized eftir þetta rúlistega pilsadæmi og svo bara kortir í setna er bara kónguló að dettur hárinu á mér, skilur. Dóttir mín hefur stjartfræðilega hrædd við kóngulær from day one. Þú veist, þá hún bara pínu lítill, þú veist, bara sjúki öll dýr, bara hún styrlast á hún sér kónguló. Er hún ennþá þannig? Ennþá, hún búin að vera henni allæfi. En þá erum við arachnophobia. I know, það er svona, lifði ég mig mjög mikið inn í þessu sögðu, það hefði gerst fyrir hana, ég vona hún hlusti ekki á hana þátt, því hún myndi fucking freak út á sig. Nei, og líka bara það Ara að tala um Nei, veistu það? Ég var bara, já, þetta var hræðilegt. En herðu, talandi um háraðir, þú ert að fara að kaupa að Dyson, Mari. Herðu, ok, já, við þurfum náttúrulega að koma inn á þetta. Ég var náttúrulega svo haugur. Byttu, í stað því ég greiddi þér og ég kann ekki greiða neinum, sko, en þú varst ekki með að greiða þér hári, lappar bara út með blött hári bara. Ég held ég að aðeins svona greitt í gegnum það, kannski glemdi ég því. Ég er náttúrulega frekar svona low maintenance, þú veist. Þannig að... En tókst eftir hvað þetta var fljótt? Nei, þetta var bara verið innan 5 mínútur eða eitthvað? Já, svona 3 mínútur. Svo basically bara þurrkaðar það. Já. Og það sem ég dyrka er, hvað er frissið? Það er ekki. Where's the frizz gone? It's gone. It's gone. I don't know. Nobody's gonna know. Nei, og svo krullar það smá líka og bara alltaf stjartfræðilega hröðum tíma. Já, og settum ekki í það, sko. Nei. Ef þú myndir vilja láta haldast eitthvað, þú myndir setja eitthvað svona spray og eitthvað smá efni og eitthvað svona. En hérna, ert þú með eitthvað þrági? Nei. Þrági mín er sér nýj kannsnáðtoppur, bara þú þarfst að smakka hann ASAP. Já, ég smakka hann hérna. Já, það er góður. Ég sko dyrka kannsnáða og þetta er þessast toppur sem hann kom út í síðustu viku sem við erum búin að vera að tísa, en Guð hjálpi mér. Bara mæli með. Fullkomi í þessu sól. En veistu hvað, ég er búin að vera kannski smá að þrá ekki að yfir mig með. Hvað? Það er þessi sumarís. Ég er bara búin að eiga hann inn í skáp og það er bara röði í skapun. Já. Þess hann er í stórundum. Já, ég veit að gulli með kókosnum og mangónu og súkkulaði. Það eru allir mér hrifnar með mér, þannig að hann er búin að vera mjög vinsæll. Hann er mjög góður líka. Very, very good. Very good. En heyrðu. En ég er með smá hérna Hunter stígvélin, hann. Ég er eitthvað svona smá að vera komið til henni og fá mér eitthvað hérna. Hunter? Nei, ég er bara eitthvað svona útilegu outfit, eða þú veist. Nú er náttúrulega, þú veist, það er ekki íski dagar, kótilettan, þjóðhátíð. Já. Við ætlum aðeins að fara yfir tískuna. Næsta þætti. Það verður smá úti hátíðast þema hjá okkur. Og meir segi ég, ekki útilegu konan. Nei. Er að fara samt með Óla. Ég er einu útilegan sér fyrir hérna á bílum hans. Já, tjaldi upp á pallbílnum. Það var í Þórsmörk.
Já, við fyrir mörglega Þórsmörk eða upp á Grænarhrygg eitthvað hálendið. Hvenær farið þið? Ég veit ekki, bara ekkert þegar við sem bara í vikunni. Ætlar þá að vera íslenska sumarkonan? Nei. Við varum spáið að vera meira svona Glastonbury eitthvað, nei, ég veit ekki. Ég segi svona. En ég meina, það eru alls konar skemmtilegar hátíðir að fara og við ætlum bara að taka síðasta þáttin fyrir sumarfrí og fara alltaf yfir. En þessi gúmmístífil er eina í heiminn sem myndi fá mig til að fara í nemi á Galabúsur til að vera í myndir. Já. Halló, það er líka flott svona Capri's. Ég fyrir náttúrulega ekki Capri's, út á döllu. En ég kannski þarf að koma í átlætti til, hver veit. Já, nákvæmlega. Velkomin, anytime. En já, er þetta ekki bara gott í bili? Já, segjum það. Sjáumst í síðasta þætti. Nei, bara fyrir sumafrí. Fyrir mig frí í júli. Sjáumst. Bye. Takk fyrir að hlusta á Stílbrot. Ef þið hafið gaman af, hendið endilega í follow eða skrifið umsókn eða bara bæði. Þátturinn tekin upp í Klakin Studio og upptökustjórna Bryndís Arna Sigurðardóttir.